Komið sæl og blessuð. Þakka ykkur fyrir að koma á þessa tvíþættu dagskrá hérna í hádeginu áður en við fáum okkur snarl. Annars vegar það sem eftir á bau hjá okkur og síðan ætla Elísabet Þorsteinsdóttir og Bryndís Jóhannsdóttir að kynna fyrir okkur ugluna og nýjan innri vef skólans. Þetta auðvitað liður í því að bæta upplýsingaflæði og samskipti milli starfsfólks. Hlökkum til að fá þá kynningu. En þá nokkur orð frá mér á undan að nefna nokkra viðburði sem eru að baki frá síðasta opna fundi. Það er brautskráningin, það er háskóladagurinn, háskólaþing og heilsumánuðin sem að margir tóku þátt í. Við hófum í haust nýja fyrirlestararöð sem heitir Fyrirtæki verður til og munum halda áfram aftur í haust. Þetta voru gríðarlega skemmtileg erindi og gaman að heyra sögu þessara fyrirtækja. Sum þeirra sprotarnir mynduðust hér innan veggja skólans, í tilfelli Marel til dæmis, og síðan hefur þróun fyrirtækisins í það að verða leiðandi á heimsmælikvarða verið háð menntuðu starfsfólki hérna úr skólanum. Og sama má segja Actavis sem í dag annar eða þriðji stærsti samheitalyfjaframleiðandi í heimi, að það er engin spurning að menntaðir bæði lyfjafræðingar, viðskiptafræðingar, verkfræðingar hérðan hafa skipt þarna sköpum. Og það er maður svolítið hugsið að því stundum talað það að Háskóli Íslands það vanti eitthvað upp á tengsl við atvinnulífið, en Háskóli Íslands náttúrulega hefur verið í 100 ár skóli atvinnulífsins, hefur menntað fólk til starfa í heilbrigðiskerfinu, félagskerfinu, menningarlífinu og svo framvegis. Og Þjóðminjasafn Íslands fagnaði 150 ára afmæli og gerir það út árið. Og síðan vildi ég nefna sem ykkar voru hér í gær þegar afhentir voru doktorstyrkir, 33 úr rannsóknarsjóði, flestir úr rannsóknarsjóði Háskóla Íslands, og við höfum reynt að standa vörð rannsóknarsjóðin eftir hrun, þannig að hægt væri að styðja doktorsnámið, og það hafa á undanförnum árum Halldór, 156, eitthvað svoleiðis, styrkir verið veittir til doktorsnema á undanförnum árum úr rannsóknarsjóðunum. Síðan var úthlutað úr Háskólasjóði Eimskipafélagsins og frá því hann var opnaður 2006, þá hafa 94 fengið styrk. Það var úthlutað í fyrsta sinn styrk frá Isavia sem að styrkir doktorsnema til verkefna sem að tengist flugumferðarstjórn og flugi, og í fyrsta sinn líka úr dánarbúi Ásrúnar Einarsdóttur. Hún ánafnaði háskólanum 20% af andvirði íbúðar sinnar til rannsókna á hvítblæði og þeir fjármunir verða veittir til doktorsnema. Það verða breytingar framundan í varðandi stjórnendur í skólanum, annars vegar forseta fræðasviða og deildarforsetar. Ólafur Þ. Harðarsson og Jón Torfi Jónasson, þeir hætta störfum sem forsetar fræðasviða núna í sumar, og við taka Daði Már Kristófersson sem verður forseti félagsvísindasviðs og Jóhanna Einarsdóttir sem verður forseti menntavísindasviðs. Og deildarforsetar, þetta er kannski ekki alveg tæmandi breytingar, þannig að það eru rauðmerktar breytingarnar, það á einhverjum stað eftir að kjósa, en þarna verða nokkrar breytingar líka frá og með 1. júlí. Og nýtt stúdentaráð, eins og þið viti að þá er breytt fyrirkomulag varðandi stjórnun stúdenta við skólan og aðkomið að stúdentaráði, kosið á hverju fræðasviði, og síðan mynda þeir sem að þar eru kosnir stúdentaráð. Og þetta held ég sé mjög góð breyting, tryggir að öll fræðasvið eigi fulltrúa í stúdentaráði, og María Rut Kristinsdóttir er nýkjörin formaður stúdentaráðs.
Nú þá að fjármálunum og aðeins yfirlit fyrst hvernig heildarmyndin lítur út. Tekjurnar eru tæpir 17 milljarðar og skiptis sem þarna segir og getum rifjað það upp að í fjárlagafrumvarpinu endanlegu fyrir 2013 og þá varð í fyrsta sinn raunhækkun fjárveitinga til skólans eftir efnahagshrun og þá er aldarafmælissjóðurinn ekki talinn þar með, við höldum honum sér í þeim útreikningum. Og góðu fréttirnar að nemendaígildum sem ekki greitt fyrir, þeim hefur fækkað talsvert og hækkun sem við fengum í 3. umræðu fjárlögin, henni var varið innanhús til hækkunar á lægsta reikniflokki. Aldarafmælissjóður, mig langar aðeins að rifja upp tilkomu hans. Markmið eins og þið munið er að efla rannsóknir og nýsköpun sem nýtist til uppbyggingar hér á Íslandi og í samningnum sem við gerðum 2011 þá var kveðið á ráðstöfunarfé 2011 til 14, 1,5 milljarður og síðan var ákvæði stefnumótun til framtíðar að á þessu ári núna verði unnin áætlun hvernig verði hægt að tryggja að tekjur skólans verði sambærilegar við tekjur háskóla, meðaltal tekjur háskóla í OECD-löndum 2016 og meðaltal háskóla á Norðurlöndum 2020. Og að við matið að þá verði höfð hliðsjón af því hvernig mun miðar í sókn í takt við stefnu skólans og árangursmælikvarðum. Ef við tökum fyrst ráðstöfunarfé 2011 til 14 að þá hefur því verið varið með þessum hætti. Auðvitað er framlag háð samþykki Alþingis hverju sinni en við vitum það að í fjárlaga gerðinni sem hafin er fyrir 2014 og þá er gert ráð fyrir 700 milljónum til viðbótar inn í aldarafmælissjóðinn sem er mjög gott. Og bara ég býst við að þið þekki þetta en bara til að rifja það upp að þá er árleg skipting á þessu árabili og þá er það að frátöldu því sem var ráðstafað 2011 og þeim skuldbindingum sem því fylgir. Beint til fræðasviða koma 140 milljónir á ári og ráðstafað samkvæmt ákvörðun sviðana. Nýliðunarsjóðun, þetta er gríðarlega spennandi og gefur okkur tækifæri til að ráða inn nýtt fólk sem okkur svo sárlega vantar og við reiknum með að bæði ný doktorastörf og lektorastörf nýverði auglýst mjög fljótlega. Innviðir, þarna er úthlutað beint til fræðasviðana líka og ráðstafað samkvæmt forgangsröðun fræðasviðana. Og svo er sameiginleg verkefni, það er ekki farið að tikka þar inn í þann pott ennþá, en þarna eru ýmis verkefni sem að verða studd sem að koma öllum til góða. Þannig lítur þetta út og svo er það varðandi framhaldið. Við vitum hvað við höfum til 2014 til og með og þá er spurningum restina. Og það verður að viðurkennast að þegar að verða stjórnarskipti að þá er maður auðvitað dálítið órólegur yfir því að samþykktir fyrir ríkisstjórnar haldi kannski ekki þegar nýtekur við. En þess vegna fögnuðum við í alveg sérstaklega í gær þegar stjórnarsáttmáli nýrrar ríkisstjórnar var kynntur og þarna er sérstakt ákvæði að fylgt verði ákvæðum samnings aldarafmælissjóð sem komið var á fót 2011 í víðtækri sátt. Þetta er eitt af örfáum ákvæðum í stjórnarsáttmálanum þar sem er haldbær skuldbinding. Þannig að þetta skiptir verulega miklu máli. Og það er kannski gaman aðeins að rifja upp varðandi þetta og svona hvernig hlutirnir hanga saman að þessi víðtæka sátt,
hún skipti mjög miklu máli. Á sínum tíma þá var talað við forsvarsmenn allra stjórnmálaflokka og eftir því er munað núna. Og þess bæði það að við fengum aldarafmælissjóðinn með þessum skuldbindingum, bæði fjárskuldbindingum ákveðnum og svo þessari stefnumörkun til framtíðar sem ekki síður mikilvæg. Það skipti mjög miklu máli árangur skólans þarna. Það fór ekki milli mála. Við fengum það kom okkur öllum á óvart þessi í fyrsta sinn sem að skólinn fór á Times Higher Education listan. Það gerðist 2 dögum áður en gengið var frá aldarafmælissamningnum og það var mjög strembið og það skipti gríðarlega miklu máli. Við vitum það öll að það áskorun að halda sætinu því það vaxandi samkeppni og við erum illa stödd fjárhagslega en við höfum séð að þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta skiptir máli alþjóðlega upp á ímynd skólans og skapar þar af leiðandi tækifæri bæði fyrir nemendur okkar og starfsfólk og þetta skiptir líka máli varðandi skilning stjórnmálamanna á því sem hér fer fram og þarna finnst mér það enn og aftur koma fram. Það eru hérna, ég veit ekki hvort þið hafi lesið stjórnarsáttmálann en við tókum saman svona það helsta sem að skiptir máli fyrir skólan, ég veit ekki hvort þið viljið kannski renna yfir þetta. Það ákaflega ánægjulegt að í inngangi að þá tekið fram að áhersla verði lögð á málvernd, vernd sögulegra minja og skráningu Íslandssögunar, auk rannsókna og fræðslu og síðan í kafla mennta og menningamál og þar ákvæði þar sem ég stækkaði letrið að þarna verið að tala áherslu á nám í iðnverktækni, hönnunar og listgreinum og síðan kemur aftur íslenskuna, standa þar vörð íslenska tungu, efla rannsóknir og þróun tungumálsins og styrkja stöðu íslensks táknmáls. Og síðan eru ákvæði varðandi nýsköpun og hérna bæði varðandi fjárveitingar og skattalöggjöf og síðan varðandi spítalanum. En þetta ef þið viljið, þetta mjög aðgengilegt á vefnum. Aðeins í viðbót við varðandi fjármál að þá eins og við vitum að þá skiptir gríðarlega miklu máli upp á vísindarstarf skólans þessi harða sókn í samkeppnissjóði og þarna eru nokkrir nýlegir stórir Evrópustyrkir yfirleitt yfir þá. Og það mjög gaman að fylgjast með hvað fólk duglegt að sækja í Evrópusjóðina. Í þetta vaxandi samkeppni en þetta gríðarlega góður árangur, glæsilegur árangur. Og ég nefndi tækifæri fyrir stúdenta áðan og langaði að nefna við ykkur að við erum að senda nemendur í sumarnám við Bandaríska háskóla og það orðin mjög stíf samkeppni hér innan skólans. Stúdentar þekkja þetta og það orðin mjög stíf samkeppni. Þannig að þeir sem fara eru verulega glæsilegir fulltrúar. Og núna í sumar að þá fara 3 nemendur eins og hafa farið undanfarin ár til Caltech og þarna mynd af þeim og það fara 12 nemendur til Stanford háskóla og þeir koma nánast af öllum fræðasviðum skólans og við hittum þau seinni í dag og það nýr samningur við Purdue háskóla sem einn stærsti verkfræði háskóli í Bandaríkjunum og það fara 2 nemendur frá okkur og koma 2 frá þeim til okkar og þeir eru þarna á myndinni líka. Nokkur orðum áhersluverkefni, það kannski myndi einhver segja mig hvað klukkan því að allt í lagi. Vil passa að hérna verði tími fyrir ugluna. Rannsóknir og nýsköpun. Þar hafa stór mál verið í gangi, ef svo má segja, í vetur.
umræður open access. Við ræddum það á háskólaþingi og þessi drög að stefnu hafa verið til umsagnar í háskólaumhverfinu og það verið að vinna lokadrög þar. Þetta auðvitað gríðarlega stórt mál og mjög flókið en mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa stefnu þarum. Endurskoðun á starfsemi rannsóknarþjónustunnar sem fólst í því, sem var liður í því að mæta þörfum háskólans í stækkandi skóla. Þarna erum við að efla í rauninni stuðning við starfsfólk varðandi umsóknir í samkeppnissjóði og vorum að skilja á milli verkefna sem þarna voru innan rannsóknarþjónustuna sem voru til að þjóna öllu háskólakerfinu. Sú starfsemi fluttist til Rannís og við eflum starfið hér innanhús og það sem áður hét vísindasvið hér í miðlægri stjórnsýslu heitir nú vísinda- og nýsköpunarsvið. Innovit og KLAK til að styðja við sprotafyrirtæki og nýsköpun. Þetta nýgengið í gegn og verður staðsett hér í Tæknigarði og samanstað og Innovit var áður. Varðandi vísindagarða að þá búið að fyrir nokkru að skrifa undir vilja yfirlýsingu við lyfjafyrirtækið Alvogen og samningar eru alveg á lokastigi. Nú ætla ég að hraða mér að því að klukkan að verða 12:30. Gæðahandbók og verkferlar fyrir stjórnsýslu, þetta í vinnslu og verður sett á vefinn leið og það búið. Varðandi kennslu að þá hefur í vetur mikil umræða verið haldin ráðstefna og rætt á háskólaþingi upplýsingatækni, vefstudda kennslu og þessi nýju MOOC námskeið og starfshópur að skila háskólaráði tillögum bara á næstu dögum. Endurskoðun stefnu inntökukröfur, þetta auðvitað stórmál líka og kennslukönnun og ný skrifstofa alþjóðasamskipta. Þarna aftur sambærileg endurskoðun og varðandi rannsóknarþjónustuna. Alþjóðaskrifstofan okkar var að hluta til með verkefni fyrir allt háskólakerfið og sú starfsemi hefur núna flust til Rannís og við fáum tækifæri til að efla starfi þarna og sem mjög brýn þörf á. Mannauður, mikilvægt að nefna vinnustöðukönnuna sem var gerð í haust og eftirfylgni sem stendur yfir núna í öllum skólanum. Uglan, kynnum það á eftir og aðlögun fyrir snjallsíma. Jafnréttismálum, við erum að fylgja eftir niðurstöðu skýrslu jafnréttisstöðu innan skólans og ný jafnréttisáætlun í smíðum. Þetta gríðarlega stórt verkefni innan skólans og þið þekki það. Úttekt á deildum skólans. Þetta nokkuð langt komið og það auðvitað gríðarlega mikilvægt að við fylgjum eftir þeim niðurstöður sem koma úr sjálfsmatsskýrslum deildana og að við finnum leið til að styrkja umbótaverkefni eftir því sem við mögulega getum. Og síðan fer skólinn í heild í úttekt á næsta eða árið 2015 og undirbúningur hefst í haust strax. Umhverfismál, þar erum við að reyna að standa okkur og vil sérstaklega nefna samgöngusamning sem að gerður var við Strætó fyrir nokkru og sem fælst í að hægt að fá niðurgreitt áskort. Strætó býður góð kjör og háskólinn niðurgreiðir fyrir starfsfólk. Hvet ykkur til að kynna ykkur þennan samning. Og bara nokkrir viðburðir framundan, Háskóli unga fólksins og mér langar til að nota tækifæri til að þakka ykkur sem hafi tekið að ykkur að kenna í Háskóli unga fólksins, kærlega fyrir. Það gríðarlega mikilvægt fyrir verkefnið og ég myndi segja fyrir okkur sem að störfum í skólanum, hvort sem við erum að kenna eða störfum í stjórnsýslu, þá þetta gríðarlega lærdómsríkt að kynnast þessari kynslóð sem mun komin í háskólan eftir örfá ár. Og fjársjóður framtíðar, nýr sjónvarpsþáttur sem að Jón Örn hefur haft
umsjón með að gera 6 nýjir þættir og svo fyrsti sýndur núna 5. júní á mjög góðum tíma hjá RÚV. Hvet ykkur til að merkja við þetta. Og síðan stóra brautskráningin 22. júní og eitt í viðbót og það haustfagnaður í september. Við erum ekki alveg búin að ákveða dagsetninguna en við gerum ráð fyrir að fagnaðurinn verði í stækkuðu Háskólatorgi. Framkvæmdum, það var orðið sem ég áttaði, framkvæmdum ljúki í sumar og við getum haldið haustfagnað í september. Kæra þakki fyrir þetta og nú kynni ég til leiks Elísabetu Þorsteinsdóttur og Bryndísi Jóhannsdóttur. Takk.